Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáið þið kindur. Og lögin í þessari bók eru stundum kölluð fjárlögin. Og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývatnssveit, fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld, tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu. Og hátíðin, sem sagt, í Mývatnssveitinni á sér stað 50. í næstu viku, 2. júlí, en 3 dögum síðar hefði Jón Stefánsson, organisti og kórstjóri í Langholtskirkju, orðið áttræður. Hann lést aldur fram og það eru komnir hér 2 góðir gestir til þess að ræða við mig gildi kórastarfs og alþýðu músík, bæði í sveitinni Fögru, Mývatnssveitinni, og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi. Takk fyrir. Og svona prímus mótor svolítið í þessu mýveska framtaki. Og Ingveldur Ýr, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert líka, þú bara berðir rauninni sama titil, það ekki, og Margrét, kórstjórnandi og söngkona. Jú, það er svoleiðis. Einmitt. Heyrðu, það er svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývatnssveitinni hefur haldið sá siður kynslóða á milli að þar syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhverju leyti arfleifðar Jóns Stefánssonar, sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að flestir Íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru saman, að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar. Og þetta er fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara, og það bara syngur í röddum. Bara sumir syngja sópran, aðrir syngja allt. Og það er nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað. Já, þetta er nú fallega orðið hjá þér. En auðvitað, þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega, af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést, sem að var fyrir 10 árum. Og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi sem árvissan atburð þá á inn í því sem hét á kórastefna og var svona kórahátíð. En auðvitað er það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferð, eins og ég segi. Þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór. Annaðhvort syngja ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska auðvitað að syngja, eða þeir eru ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldrum sínum eða af á ömmu, alveg í 10 ára aldur. Já, en þetta er eitthvað sem vekur alveg gríðarlega athygli. Ég hef oft verið í veislum í Mývatnssveit með aðkomufólki og það veit ekkert hvaðan á sig stendur veðrið. Það er kannski jarðaför eða eitthvað svoleiðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni. Þetta eru svona vogskorin andlit bænda og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar séu komnir í stað tröllana. Þetta er stórmerkilegt fyrirbæri. Já, það er það og því að nefndi jarðaför að það hefur aukist. Það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja. En þegar að Stefán, pabbi Jóns, lést, þá ákvað Jónsi, eins og við kölluðum hann alltaf, að það er sungið í erfidrykkjunni. Og síðan höfum við svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækifæri, þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög, en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað er það þannig að
hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývatnssveitar og líka kannski allra Þingeyjarsýslu sem að sko syngja í kór. Já. Ég var með mannesku hér sem sagði að fyrir, ég man ekki hvað, 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu. Já, það er alveg rétt. Þannig að það er þarna mjög sterk tónlistatög. Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis, það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi. Já, einmitt. En sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks. Já. En svo auðvitað voru og gæfa þessa héraðs auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 20. öld, eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila og sitt harmónium, eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andaktu einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það voru enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara. Það var líka orgel eða píano okkur einasta heimili. Það var mjög merkilegt. Þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfúsdóttur sem var systir Stefáns, föður Jóns. Þannig að þið eru systkinabörn. Alveg upp í sama húsi frá því að þangað til að ég var 7 ára. Já, þannig að þú varst atvinnumúsikant, Jónsi var það, fleiri fjölskyldunni? Já, það er Gunnar Ben. Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem er svonur Hallabróður minn sem heitir Sigfús af fyrsta nafni og hann býr út í Danmörku og fleiri, ég er örugglega að gleyma einhverjum sko. Stefán Jakobsson, ég ætti ekki að gleyma honum. Og sko við gætum haldið lengi áfram. Já. Það eru margir sem segja sko með réttu að ef þú ert með þessa tónlistabakteríu, ef þú færð hana með uppvextinum þá losnar aldrei við hana. Og það er bara þannig. Já. Ingveldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara lokal mál í sveitinni. Já. En finnst þér þetta merkileg hefð? Já, mjög svo. Já. Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi. Hún var organist í yfir 50 ár. Já. Og mína fyrstu minningar eru hún við harmoníu með að spila úr þessari bók. Já. Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur. Það er nú eitt. Já. Að þarna ég einmitt man líka eftir svona rosalega sterku augnabliki. Ég var 4 ára í fermingaveislu þegar öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegasta sem ég hafði heyrt sko. Það var músíkin og svo líka bara eins og ég nefndi aðan hvernig svipbrigði fólksins breyttust og hvernig allir urðu englar. Af því að þú veist þannig að það var stundur rifist í vógum og átök manna á millum en þarna var friðarstund sko. Þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í heimsókn sko. Já. Og mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við. Já. En þá auðvitað kemur margt til. Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski. Nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér. En fyrsta lagi má auðvitað segja það að þessi bók sem þú sýndir, Íslenskt söngvasafn sem var sannsagt gefin út í 2 heftum fyrst árið 1915 og 1916. Var það 1915 og 1916? Já. Og það eru okkar tónlistafrömuðir, Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að safna í bókina. Og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn. Já. Þetta er það sem að þeir álíta auðvitað bara vilja leggja fram til
bara sem flestra íslensk söngvasafn. Það er náttúrulega langfæst lagana eru íslensk. Þau eru þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt. Það er bæði pólskt lag þarna og rústneskt eða úkrainst eftir bara alveg dásamleg blanda. Og ægir öllu saman, alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkuð lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem hafa fengið að fljóta með eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir. Ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en það er langlíklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þessa útgáfu. Og svo er auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir er dýr og þetta er flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið. Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttur að kaupa hana sér og þar voru annað, þriðja og fjórða og fimmta erindið. Þess vegna, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bóka því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði. Og svo hékk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga, þau eru bara sungin með fyrsta erinduna því að svo kann fólk ekki meir. En ef að þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út, þá veit ég ekki hvað, það hefði verið alveg örugglega mun fátækara af kórsöng, svona landsmanna, ef að þetta hefði ekki verið. Af því að þetta, tónhæðin í þessari bók, hún er ekki fyrir, almennan söng einrata. Tónhæðin er fyrir fjórratasöng og því að náttúrulega þessum tíma er náttúrulega eitthvað svona, syngja bara svona lagi, það var auðvitað bara alveg second class, eins og maður segir. En þannig að tónhæðin er há og miðuð við það, þú sérst að syngja í 4 röddum og svo er annað sem er líka skemmtilegt sem er svona meira fyrir músíknördana það er það að þessi bók hún er skrifuð, þess að nótaskriftin er fyrir harmoníum ekki fyrir píanó þannig að þess vegna er fullt af nótum í meðleiknum sem eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur vindvélina, stígur belgin. Þar af leiðandi er mjög erfitt að syngja allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það er ekki réttur taktur. Takturinn er bara í laglínni. Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna. Já, það er náttúrulega alltaf en á þessum tíma og ég man líka eftir það að því að afi Sigfús var organisti í Reykjavíkurkirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður, öll börnin og tengdabörnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, það er náttúrulega ekkert sjónvarp og svoleiðis. Nei, við vorum svo heppin. Ég segi það. Þá komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona, bara svona eins og af næstu bæjum og þá er auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekkert með nótur. Það var enginn með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyranu þannig að þetta skipti ekki máli. Það ljósir það enginn á þessum tíma Þannig að þetta er svona, þetta er mjög áhugavert hvernig að öll þessi þróun hún er eins og maður segir eftir eyranu og það er auðvitað svo dásanlegt ég oft óska þess að við ættum samskonar orðasamband eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá er það by heart. Þú syngur með hjartanu. Og við höfum bara þetta bókalega orðasamband utan bókar eða utan af. En auðvitað er þetta þá að syngja með hjartanu. Já,
Þá er ekkert sem tröflar, sko. Nei, það er ekkert á milli, sko. Já. En þú sem sagt stýrir þessari sönguppákomu. Já. En Sólveig Anna Jónsdóttir er undirleikari. Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum. Þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur. Hún stýgur ekki harmoníu í morgun, hún Nei, stýgur á píanó. hún er með glæsilega flíilinn í Skjólbrekku sem er nú útaf fyrir sig og allt annað mál. Petroflíilinn, keyptur hvað, 1950? Já, keyptur úr útvarshúsinu, sko. Þvílíkur stór hugur. Já, já. En það er kannski svolítið gaman að sko segja frá því, þú veist, nú erum við búin að tala í raun og veru upphafið sem að er þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn. Svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáfu menn í hug að það var svona, Íslendingar er svo mikið fyrir svona átök og það er ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki að vera kynverið til að hafa ár þessa og ár hins. Það er ákveðið að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átt að vera. En þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór. Maður þinn þá prófastur á Grenja? Nei, bara prestur. Já. Kristján Valur Ingólfsson. Og þarna í ársbyrjun, trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann, sko, ár söngsins, og nú er ég búin að komast að því að það er ekki þannig að þingeyingar kunni allir lög í 4 röddum. Þetta er bara forn frægð. Og ég segi ofta við þingeyingar séum mjög duglega gum okkur af fornari frægð. Þetta á ekkert, og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara alveg til í það auðvitað. Og við bókum sumarbúðirnar á Vestlandsvatni og auglýsum þetta heila helgi, sungi allan laugardag og hérna fram að háti og sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir, svo var svona opinbersöngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir. En hvað áttu að syngja? Og hvar voru nóturnar. Þannig að niðurstan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar 2 bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of, þetta var svona hérna og síðan 2 árum seinna þá ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gula bókin þannig að þetta er bláa bókin og gula bókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilyrðislaust að kunna og auðvitað studdumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það er mjög fyndið að það eru nokkuð lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrt nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héröðum sko. Þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláa bókin og gula bókin söngæfingum og svona já. Og síðan sko héldum við þetta námskeið og það komu 108 manns á öllum aldri og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 80 og eitthvað fallegt, geggjað og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta að kenna raddirnar og syngja en þetta er þetta fljótgert þetta er ekki, ég vildi ekki flókið síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt að þetta var gert næsta ára aftur og þá kom gulabókin. Þetta hefur verið viðspyrna sem þurfti. Já, bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ár og eftir, það hefur ábyggilega verið sko næri 10 ár, þess að fram yfir 2000, þá voru öll möguleg
tónlistarfélög í öðrum landslutum og kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnstakosti 2 og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndi það sko á fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðarerindið sko. Þetta var þannig. Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við erum Já, það bara þurfti þetta maður veltir lítil þúfa þungulassi. Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr? Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem að ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson, söngmálastjóri. Já. Þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fékk þetta allt saman beint í æð, en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko, ég var mjög feimin sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla, stúlknakór Hlíðaskóla. Það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari. Já, og þessi plata er alveg frábær. Hún er yndisleg, hún er á Spotify, Sjá himins opnast hlið held ég, hún heiti. Jólaplata. En já, þetta var svona, en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og ætlaði aldrei að verða kórstjóri. Nei. Bara segja það, ætlaði alls ekki að verða kórstjóri. Ætlaði að verða allt annað en kórstjóri. Þú ætlaði náttúrulega að vera bara óperusöngkona eða ekki eitthvað sluðis? Já. Þú varst það auðvitað? Ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari. Nei. En hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara vinna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórinn minn og allt þetta sko, þannig að... Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillar því svona, í hverju felast þessi lífsgæði? Já sko, ég náttúrulega, ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri, því ég nú lítið sjálf verið í kórnum að þarna í stúlknakór Hlíðaskóla, aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes, heitnum. Þá þetta sko þetta er fyrir mér er þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum. Þetta er hljóðfæri í mínum huga. Ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það er galdurinn. Við erum að móta þarna hljóðfæri sem er samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í rauninni aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu, tónin, hljómin í kórnum, hreyfingar, allt þetta prógram sem þú setur saman. Þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandann. Og það er þetta skapandi starf sem að, sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt. Þannig að já, þetta er mín svona, þetta finnst mér vera galdurinn á bakvið kórinn. Og þú getur verið með alls konar. Ég meina, ég er ekki alltaf að tala um ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og ég hef verið með sko vinnustæðakóra líka og alls konar svona áhugamanna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning raddarinnar. Hvað gengur langt í aganum? Hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú átt ekki að gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausinn út um allt og sé ekki að hreyfa sig og svona þeir eru að syngja? Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið stjórna barnakór, þannig marga sem hefur frekar verið í því. En ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar.
Þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina. Það er svolítið þetta sem við vorum að tala um áðan. Já, það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin að svo miklu leyti í því hvernig kórinn lúkar. Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrun á manni. Hjartanlega sammálaðir. Er það ekki? Já, þetta er mjög dásamlegt og það er auðvitað sko mikil þróun í þessu og frá því að sko ég krakki og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka örugglega, það var bara skylda. Við sungum 2 í viku minnum hjá skólastjórunum. Og það var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera að laga en aðrir. Þú bara mættir þarna, en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrsta, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju, skilur þau? Það er alveg ótrúlegt hvað ég kann en þá utan það bara öllu mögulegu sko. En svo seinna þegar maður fer að vinna með kórum, þá auðvitað þetta eins og Ingveldur segir sko, þetta er alltaf galdur af því að það er þetta samspil af aðstæðum og markmiðasetningu. Þú veist hvað og kannski er þetta sem að mest spennandi við að vera kórstjóri, það það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki endilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiðið svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja að þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú og allt þetta á milli þetta er svona glíma kórstjórans alla tíð og skemmtilegt sko. Finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúrutalent sem að bara koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikölsk? Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir, 8 radda kórverk þegar þú ert með fólk sem bara með meiri reynslu. Og ég meina, en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara 3 radda kór, eins og við kallum SAB, það sem bara sem sagt ein kallrödd, af því það er nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko það segir sér sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari. Þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi. Svona mata þetta fólk að því að halda áfram, þetta sé skemmtilegt, maður þarf svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist. Og svo náttúrulega þú ert komið með svona reyndari kór, þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kórstjóra að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau, við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira, að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór. Já. En sko þetta með kynjahallan, það eru ennþá strákar, ungir strákar í kór? Já, fullt af þeim. Það er fullt af þeim? Já. Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir
mega leyfa sér að hafa fríkvöld og fara þeir hafði tíma til að fara út þeir þurftu ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór. Þriðja vaktin. Já, þetta svona fyrsta sko, þess vegna tradisjónin, hefðin fyrir karlakórsöng, hún bara samfélagsleg líka. Svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990. Já. Og það svo sem algjörlega utan dagskrárar, þetta þannig að Þingveldi sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það. Svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flytu norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakór, 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei ég bara það síðasta sem ég ger það að stjórna kvennakór minnst kvennakór svo hræðilegur bara hundleiðilegur og þá ég litið því litla sem ég hafði heyrt sem hafa voru einhver svona 2 lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það þannig að Hófi Ben skikkaði mig til þess að taka við þessum kór sem var stórkostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í 4 ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 2 og algengasta ávarpið í kórnum var mamma af því að það voru svo margar mæðgur. Já, dásamlegt. En þarna auðvitað spurningin hvernig hvað gerir þú úr þessu félagslega fyrirbæri og getur þú gert hversu kröfuhart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft að fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svoleiðis. Það veit allavega hvort lagið að fara upp eða niður. Já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kent einsöng eins og við báðar, við Ingveldur að fólk sem hefur sungið í kór það miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og lærir einsöng. Það bara stór munur á. Þannig að þetta svo menntandi. En kemst áhugasamt fólk það, fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverju tónlistargáfu, komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem þetta einhver liti svona elitískar stofnanir þessi kórar? Nei, klárlega ekki. Þetta ekki? Nei. Ekki þannig? Nei, alls ekki. Ég meina, við erum auðvitað með allar tegundir kóra. Já, einmitt. Allt frá atvinnukórum og bara stórum samfélögum í rauninni. Stórum kórum, litlum kórum, söngkópum. Þannig að hver og einn ætti geta fundið eitthvað. Algjörlega. Alveg skiljuslegt og það auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar bera þetta saman við íþróttastarf og bara líðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að veri kannski ekki allir englum eins og þú lýstir en í huga barnsins. Já, í huga barnsins verða það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krútakórar sem eru bara 2 til 5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað líka til að því að það samanburðurinn við íþróttastarfið þar. Við erum líka með afrekskóra. Við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég. Og og svo komum við aftur með það sem svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara
stórkostlegt fyrirbæri og vaxandi starf þar. Mjög vaxandi og svo yndislegt og bara gefandi starf fyrir alla En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi á þann, það var með ungu strákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá. Núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíðin í fótbolta eða nenni ekki verið í fótbolta. Þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja. Og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af söngkópum. Það er svona kannski nýjasta trendið á landinu. Það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eða eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur. Ég átti stóra afmæli í fyrra og konan mín kom mér á óvart og hún pantaði svona sönghóp, karlakór, lítinn. Og allt í einu þá hún sagði mér, farðu út á Svalur, ég fór út á Svalur, þetta er á morgundags í apríl og allt í einu er þarna her af ungum kallmönnum út í garði, sungu Smávinir fagrir. Og ég var svo glaður þegar ég áttaði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af. Þarna var einhver kallakór að syngja til mín, en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir. Já, auðvitað. Það er svona ammælistinn og þegar ég áttaði mig á því að þetta var ekki Nei, það var ekki verið að jarða þig. Já, akkurat. En bara talandi það að þá einmitt sagði kona mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og Já. Mér langaði að segja eitt að þú varst að tala um komast allir í kór. Já. Það er oft misskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór. Já. Það er ekkert alltaf þannig. Nei. Vegna þess að sönguröddin getur blandast inn. Þú að hafa einhverja mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og ert bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari. En það eru svo margir í kórum sem er ekkert endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmæluminnir. Já, einmitt. Og það er bæði félagslega og bara góðar týpur, vinna vel. Já. Þetta er oft bara svo dýrmætt í kór. Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara að klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ykkar vil byrja? Ingveldur. Já, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóraháttíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og héldu, það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 22. Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic, sem stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég. 2010. Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Magga. Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar. Nei. Það var alveg ótrúlegt, Hvað er þetta að segja? En þetta var bara örstuð, þetta var á menningarnótt. Já. Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, Já, þannig að þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir vegna þess að þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að... Svo Europakantat. Europakantat og Og svo norrænu... Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjórafélagið, Félag íslenskra kórstjóra, er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðasamtökum, þannig að það eru margar greinar sem að heyra þarna undir og það eru allstaðar hátíðir. Já. Og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn
út og syngja á einhverju götuhorni og kannski einhverju hálftómri kirkju og þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar þér að auglýsa í einhverju erlendri borg og svo borðar þú góða mat og fer svo bara heim aftur. Þetta auðvitað pínlítið og undanhaldi. Kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko. Já, fyrra kvöld sá ég 2 kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Það var mjög skemmtilegt. Þetta líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, hvort sem það eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara það þannig að þú bara syngur það á því máli. Það alveg sama hvort það norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kórar sem koma hérna til Íslands og syngja Heyr himnasmiður og eru búin að brjóta í sér tunguna, ekki kannski tennurnar en allavega tunguna á þeim þeir ná því en þeir gera það. En áður við hættum, þá langar mér bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í Skjólbrekku. Þetta 50-dagskvöld klukkan 7:30. Skjólbrekka tekur lengi við. Já, og bækurnar eru til á staðinu. Já, skemmtileg. Og ef maður ekki kann, þá eru svo margir sem kunna, þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum. Og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram. Gæti þetta orðið í síðast skipti? Ég veit það ekki. Það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót, við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður 5 dögum síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kórstjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka. Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu. Kæra þakkir, Magga Bó, eins og ég vanur að kalla þig og Ingveldur Ýr. Það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég er margsfróðari kórastarf. Takk fyrir komuna. Nú, kæru hlustendur áhörfundur, þá er rauða borðinu lokið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa fylgst með okkur enn eitt kvöldið. Ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér, að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2.750 krónur. Geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu öðlast eitthvert örlítið ritstjórnarvald. Þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt hei Bjössi, ég var að spá í, ættu þið ekki að fjalla þetta? Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðurinnar deilið því fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur. Því meiri sýnileiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmd. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverun í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun, verið í sæl.